Sko ég fór bara í svona túr í útlöndum einu sinni, Krít, og þá einhvern veginn svona ding, bara þetta væri flott að gera hérna heima, sko. Þegar Gunnar Sæmundsson fór í fjórhjólatúr á Krít í Grikklandi, áttaði hann sig á því að það vantaði eitthvað álíka fjör á Ísafjörð. Hann gat ekki hugsað um annað þegar hann kom heim og þau hjónin ákváðu að stofna fyrirtækið ATV Ísafjörður. Við eigum svo mikið, sérstaklega hérna í kringum Ísafjörð, mikið af gömlum vegum, gömlu leiðirnar á milli fjarðana sem voru notaðar áður en göngin komu og þú veist endalausi slóðar, sko, þú veist, og fjölbreytt, þú veist, getum farið upp á fjöllin, niður í fjöru, inn í skó, það meira segja skógur hérna. Já. Já. Það er allt hægt. Það er allt hægt, sko. Já. Og þetta er líka, sko, það sem maður reykir sig á eftir að maður byrjaði í þessu, að svona fólk sem að öllu jafna stundar ekki úti við, sko. Þú veist, gönguferðir, hjólreiðar, orðið gamalt, að ég er að fara með fólk sem er að koma hérna á skemmtiferðaskipum, þú veist, upp í áttrætt, yfir áttrætt. Og það bara yngist 50 ár, sko. Þú veist það. Og þú veist, og þetta er rosalega gaman, sko. Og kallarnir alveg Dýrka þetta. Já. Dýrst action. Og þetta er bara, já, bara frábært og fólk bara næra að upplifa, fær svona náttúru upplifunina og fullt af súrefni og sér mikið, sko, stuttum tíma. Fólk er jafnvel að stoppa hérna bara í nokkra klukkutíma. Og já, þá er þetta svona, já, þú fær súrefni, þú fær ekki súrefni ef þú ert í einhverju rútuferð og reiki, sko. Hvenær byrjaði þetta? Hvað er hann síðan? Sko, ég byrjaði að stússi í þessu 2016. Þá byrjaði ég svona að skoða leiðirnar og fekk mér nokkur hjól og var bara, fór með örfáa svona vini og kunningi og fá svona, þú veist, feedback á þetta. En svo opnaði ég ekki fyrir en 2017 fyrst, sko. Okay. Og það var bara, þetta er náttúrulega, maður er búinn að vera bara að kynna sig og markaðssetja og það var, fyrsta sumari var bara svona allt í lagi, sko, rak sig alveg. Já. Og ekkert meira en það. En svo er þetta bara svona stígandi, sko. Þetta er að spurjast út og þetta er að komast inn í skemmtiferðaskipin sem ég er að stíla svolítið upp á og Íslendingarnir sem ég farið með eru mjög ánægðir og bara allir mjög ánægðir sem hafa farið, sko, fólk verður. Þannig að þetta er bara rosa gaman, sko. Það hljómar skemmtilega allavega. Þetta er skemmtilegt. Ég er allavega, sko, ég fæ ekki nóg að þessu, ég er ekki orðinn leiður á þessu, þannig að þetta er... Hvað heldur þú sért búin að fara í marga ferðir? Ég veit það ekki, það er ómögulegt að segja. Yfir 100? Já, já. Yfir 1000? Ég myndi segja að ég sé ekki búin að fara kannski 1000 ferðir, sko. Það er að nálgast það kannski. Og er þetta mikið mál? Nei, þú veist, það er rosa einfalt að keyra þessi hjól. Það er í rauninni bara, þetta er alveg sjálfskipt automatist og þú þarf bara að hugsa um bensín og bremsur. Og og þú veist, þetta eru mjúk, þægileg hjól að keyra og þú þarf bara að hafa ökuskírteini. Er þetta bara, þú veist, núna því að núna eins og við vitum öll búið að vera COVID og vesen, sko, hvernig er þetta þá búið að vera, eru aðalega Íslendingar að koma núna eða vita Íslendingar af þessu eða? Já, það var eins og fyrra sumar, þá var mjög mikið Íslendingum. Það hefur verið svona kannski 5–10% af kúnnunum Íslendingar fram að síðasta sumri. Þá snerist alveg við og var svona sprenging í Íslendingum. Og var bara svona allt í lagi að gera. Þeir voru að koma hérna með ferðagjöfina og var bara stemming. Og svo nú er að koma miklu meira útlendingum og bara miklu meira að gera, sko. Og skipin að byrja að koma og bjart yfir þessu bara. Hvað myndið þú segja að vera uppáhaldstúriðinn að fara? Það er svo túr sem ég er að fara langmest. Þá förum við bara keyrum í gegnum bæinn og svo förum við inn í fjörð, aðeins niður í fjöruna og svo förum við gömlu leiðin á milli Önundarfjarðar og Ísafjarðar yfir fjöllin upp á Breiðdalsheiði. Förum svo alveg upp á Þverfjall og þar erum við komin í 900 metra hæð og þar á góðum degi þá sér maður bara yfir Vestfirði,
Drangajökul og svo sjá sumir til Grænlands líka. Þeir sem sjá vel. Og hvað, er þetta ekki langir túrar? Þetta eru 2 tíma túrar. Það svona mjög mátulegt, sko. Þú veist, það hérna, þú ert farin að fara lengur en 2 tíma með óvana. Þá fer fólk bara að verða þreytt, sko. Og hérna, og klukkutíminn þá langar fólki í meira, þannig að 2 tímar er bara rosa fínt, sko. Og er eitthvað í vændum, ætlar að gera eitthvað meira við þetta? Ég ger ekkert meira en bara að stækka, sko. Og hérna, þú veist, þetta er bara stígandi í þessu og maður svona tekur 1 skref í einu bara. Og hérna stækkar bara í róleðitunum, sko. Þetta má samt ekki verða of stórt, því þetta er svona, þetta er voða huggulegt, sko, að því þetta eru fáir í ferðunum. Þetta eru svona 4-5 hjól með gætinum í mesta lagi og við erum mikið að fara, oft förum við bara með 1 hjól. Þú veist, ég fer alveg með 1, þú veist, við bara sinnum öllum, sko. Og þetta er, sko, þú veist, þetta eru bara litla ferðir og fólk týnist ekkert í einhverjum risahóp, sko. Eigum við að fara eina ferð? Já, hvernig væri það? Er það ekki? Það fær aldrei nóg að þessu. Skellum okkur. Ég fannst alveg tilvalið að nýta mér þetta góða veður svo við ákváðum að gíra okkur upp og skella okkur í fjórhjólaferð. Þetta var nú gaman. Jæja, þá það auglýsingar. Sjáumst!